Messa í kirkju Fíladelfíu safnaðarins, ræðumaður séra Einar J. Gíslason, Sam Glað og Guðni Einarsson lesa ritningalestra, kór safnaðarins syngur, organleikari og söngstjóri Árni Arnbjarnarson og undirleikarar eru Daniel Jónasson og Clarence Glað. Við viljum bjóða ykkur öll velkomin til þessara guðþjónustu, ykkur sem eruð hér í salnum eða eruð heima við, á sjúkrahúsum, hælum eða í fangelsum eða hvar sem til lands eða sjávar. Við hefjum þá þessa guðþjónustu og syngjum sálmu númer 189 úr hörpustrengjum. Það gleði að þjóna Jesú, 189.
Við heyrum nú Guðs orð lesi úr Mattheusar Guðspjalli 11. kapitúla. Þá Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12, hélt hann þaðan að kenna og prédika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindi, og sæll sá sem hneykslast ekki á mér. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða: Ég vegsama þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinbera það smælingjunum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið af föður mínum, og enginn þekkir soninn nema Faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hóvar og af hjarta lítillátur, og þá munið þér finna sálum yðar hvíld, því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Megi Guð blessa okkur, sitt heilaga orð við skulum biðja. Ég lofa þig og vegsama þig, himneski Faðir. Ég þakka þig fyrir það að á þessum degi megum koma saman í húsi þínu og hlýða þitt himneska blessaða heilaga orð. Ég þakka þig fyrir það, Jesús minn Kristur, að þú komst í þennan heim. Þú gekkst hér á meðal okkar mannanna, þú boðar okkur þitt fagnaðarerindi, þú læknaðir sjúka, þú gafst hrjáðum hvíld og frið. Ég þakka þig fyrir það að þú ert hinn sami í gær og í dag og aldir alda. Þú heyrir sérhverja bæn okkar sem við biðjum til þín, og Jesús minn Kristur, ég bið þig að blessa einn og sérhvern sem hlýðir af þessa guðþjónustu hér í dag. Gefðu þeim lækningu sem sjúkir eru. Huggaðu sorgmætt á Jesús minn Kristur, þú sem frelsar, líknar og læknar á Jesús minn. Ég þakka þig fyrir það að þú heyrir sérhverja bæn okkar og þú blessar okkur öll saman og blessar þessa guðþjónustu áframhaldandi í Jesú heilaga nafni. Amen. Ég lofa drottni
Lesum 32. Davíðssálm í Jesú nafni. Sæll er sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breistju, þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna bið ég þig sérhver trúaður meðan þig að finna. Þótt vatnsflóðið komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt, þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn þú átt að ganga. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skynlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann treystir drottni umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið þér réttlátir, kveðið fagnaðarópi allir hreinhjartaðir. Amen. Yeah.
Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist sem með okkur eru í þessari guðsþjónustu í Hvítasunnu kirkjunni hér í Reykjavík. Við erum þakklátt fyrir þetta tækifæri og sendum kveðjur og fyrirbænir héðan til allra sem þrá Drottinn og lifa vilja í samfélaginu við hann. Nú þegar að vetur nálgast og litið er tilbaka til tímans sem liðin er, þá eigum við öll okkar minningar, súrar eða sætar eftir atvikum. Sérlega samúðar kveðjur eru sendar þeim eiga sárt að binda vegna slysfara, bæði á sjó og landi. Það sem gleður okkur kristna menn í landinu nú er að 1000 ára minning kristniboða á Íslandi hefur verið haldin og farið fram með mörgu og margvíslegu móti. Næst ber í þessar upptalningu endurskoðaða og nýþýðingu biblíurita sem afhent var þjóðinni 22. ágúst síðastliðinn. Margir eiga þar miklar þakkir skildar fyrir gott og vel vandað verk. En ég leyfi mér að þakka forsætisráðherra doktor Gunnari Thoroddsen og ríkisstjórn hans fyrir drengilegt framtak. Þar lagði og drengur Friðrikssonar Albert Guðmundsson alþingismaður drjúgt lóð á metaskálanar að ógleymdum Ragnari Arnalds ráðherra fjármála á Íslandi. En hann er eins og kunnugt langafa barn séra Matthíasar Jochumssonar þjóðskálds. Bænir kristinna Íslendinga styðja þá í starfi til blessunar fyrir land og lýð. Og því meira sem gert er fyrir trú og smælingja, þá hefst upp réttlæti í landi voru og blessun mun afhljóta fyrir alla menn. Ísland mun vera annað land Norðurlanda þjóða ekki greiðir söluskatt af Guðs orði. Við Hvítasunnumenn minnustum 60 ára starfs Hvítasunnuhreyfingarinnar á Íslandi, minnustum þess að árið 1921 komu brautryðjendurnir hingað og hófu starf í þessari akurrein sem Hvítasunnuhreyfing kallast. Og okkur hefur verið trúað fyrir þeirri mynd kenningarinnar í íslenskri kristni sem ræður heilagan anda, tungutal og náðargjafir. Samkvæmt postulasögunni 8. kapítuli sagt frá Filippusi trúboða sem boðaði Krist í Samaríu með frelsi fyrir fjölda manns, lækningu, sjúkra og kraftaverk, síðan niðurdýfingarstýrn í vatni þar sem bæði karlar og konur létu skýrast en engin börn. En þó brast þar á eitt í þessari miklu vakningu, þeir höfðu ekki fengið heilagan anda. Postularnir í Jerúsalem sendu niður þangað þá Pétur og Jóhannes, báðu þeir fyrir hinum kristnu og fengu þeir þá heilagan anda, svo að það sást og heyrðist, þeir töluðu tungum og mikluðu Guð. Síðast en ekki síst þá ber það upp á þennan dag í dag, þennan fagra haustdag hér syðra að minnstakosti, að þá 12 ára vígsluafmæli þessarar kirkju. Við munum þennan dag fyrir 12 árum síðan og hér hefur verið haldið áfram þrotlaust starf. Hér hafa þúsundir manna gengið út og inn og hér dag hvernum ársins hring unnið á útbreiðslu fagnaðarerindis Guðs ríkis á Íslandi. Þau orð sem ég ætla að byggja predikunum á að finna í Rómverjabréfinu 1. kapítula versi nr. 1-4. Páll heilsar yður þjónn Jesú Krist, kallaður til postula kjörinn til að boða fagnaðarerindi Guðs, sem hann gaf áður fyrirheit fyrir munn spámanna sinna í helgum ritningum. Fagnaðarerindið son hans Jesúm Krist, Drottins vor sem að holdinu fæddur af kyni Davíðs, en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprissu frá dauðum. Í þessum upplesnum versum kemur fram tvisvar orðið fagnaðarerindi. Í fyrsta lagi Páll var kjörinn til að boða fagnaðarerindi Guðs. Og fagnaðarerindi Guðs soninn hans, Jesúm Krist. Áfram í þessum sama kapítula þá minnist hann á fagnaðarerindið og segir í versinu nr. 9: Guð segir þjóna í anda mínum með fagnaðarerindinu son hans,
Það er alveg dásanlegt að virða þetta fyrir sér og lesa þetta. Svo þegar hann skrifar til Rómverjana og hefur ekki komið til þeirra, en þar átt hann eftir að bera beinin og var þar í 2 ár í fangelsi og reit sín síðustu bréf sem að fylla síður Nýja testamentisins. Hann var höfundur 13 bóka Nýja testamentisins. Þá segir hann: ég er í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leyti fús til að boða fagnaðarerindið, einnig yður sem eruð í Róm. Og fagnaðarerindið hljómar enn, og fagnaðarerindið verður á dagskrá í dag. Og svo segir hann áfram hérna í versunum nr. 16: ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindið, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim er trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Nú heyrir þú, áheyrandi minn, orð fagnaðarerindisins. Kannski er þér það engin fagnaður. Kannski hristir þú bara höfuðið og þetta fer allt fyrir ofan garð og neðan hjá þér. Ef til vill ályktar þú og hugsar að þetta eigi bara fyrir taugaviklað fólk og gamlar konur og fávita og fárálinga. En fagnaðarerindið er boðskapur frá Guði soninn hans, Jesúm Krist. Og Páll, þessi mesti maður kristninnar, þjónaði Guði í anda sínum að boðum fagnaðarerindisins, og hann var fús til þess að fara land úr landi og ríki og leggja á sig erfiði vegna fagnaðarerindisins. Og svo segir hann að endingu: ég fyrirver mig ekki fyrir það, því það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Og það er þetta tilefni í dag sem við höfum að gleðjast yfir, að fagnaðarerindið er kraftur. Það hefur innihald. Það lyftir okkur syndugum mönnum upp. Það gefur okkur nýja sýn. Það leyfir okkur að sjá þá hluti sem við sjáum ekki í efnishyggju, féggræðslu eða öðru slíku. En við sjáum ljós Drottins í fagnaðarerindi hans, og ég fyrirver mig ekki fyrir það. Ég kannast við það af öllum hug og hjarta, og ég trúi því eins og það stendur skrifað og okkur er gefið. Hann vitnar til þess og rökstyður sitt mál að fagnaðarerindið er boðað í helgum ritningum, segir hann hér í 1. kapitúla Rómverjabréfsins. Jesús, hann talar þetta fagnaðarerindi og hann út frá ritningunum og segir: þær eru það sem vitna mig, heilaga ritningar. Málið er rökstutt þaðan og það er ekki hægt að komast fram hjá boðum fagnaðarerindisins eða þáttöku í því nema að taka til greina hvað heilaga ritningar segja. Og þegar hann var upprisinn, þá gekk hann á meðal lærisveina sinna í 40 daga og talaði það sem að Guðs ríki heyri til. Og eitt sinn hann sat að borði með þeim, sagði hann við þá: ó þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlagði fyrir þeim sem hann er skrifað í öllum ritningunum. Við tökum Biblíuna þannig, hún skrifar Krist og hún boðar okkur Krist. Og hún boðar það fyrst og fremst að hann var gefinn þessum heimi til lífs og blessunar, því að svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og ennfremur segir hann við þá: þetta er merking orða minna sem ég við talaði yður meðan ég enn var á meðal yðar, að rætast ætti allt sem er ritað í lögmáli Móse, spámönnum og sálmönnum mig. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar og hann sagði við þá: svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi, og að predika skal í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda, en byrjaði í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Og vottanir hafa lifað áfram í gegnum aldir, og við sem stöndum að þessari guðsþjónustu í dag og erum hér saman komin og heyrum Guðs orð,
við erum vottar af því að ritningarnar standast og þess sem það sagði Jesum Krist, það er í fullu gildi enn í dag. Það er dásanlegt að geta rökstutt mál sitt með helgum ritningum. Svo bætist við boðskap helgra ritninga, það sem hann segir Páll í textana sem ég las hér í dag, fagnaðarerindið son hans Jesum Krist, drottin vor, sem að holdin er fæddur af kyni Davíðs, en að anda heilagleikans með krafti, auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprisuna frá dauðum. Þegar að lærisveinarnir hlustuðu á Jesum Krist, og ég vil lesa það fyrir ykkur hér í dag, þá var hann að opna huga þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Og það er sama leið enn í dag. Ef við eigum að skilja ritningarnar, þá verðum við að eiga þann anda sem þær eru ritaðar af. Og hér talar Páll apóstoli það að Jesum Kristur er að anda heilagleikans með krafti, auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprisuna frá dauðum. Það er dásanlegt að taka eftir því hvernig heilagur andi kynnir Jesum Krist. Og hann verður umræðu efni okkar hér í dag, blessað veri hans heilaga nafn. Það tilheyrir hinni kristnu boðun fyrst og fremst, síðast og fyrst og alltaf, það er Jesús Kristur. Hann sem er ímynd hins ósýnilega Guðs, hann sem er frumburður allra skepnu, enda var allt skapað í honum í himnunum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, bæði hásæti og herradómar, tignur og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrir allt og allt á tilveru sína í honum. Hann er höfuð líkamans kirkjunnar sem hann er upphafið að, frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllinguna búa og láta hann koma öllu í sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Hann er auglýstur, hann er kynntur og hér kemur það fram, hann er fyrir allt. Tilvera hans hefst ekki á jólum þegar hann fæðist á Betlehemsvöllum og var í jötu lagður lágt. Hann er frá eilífð, hann er drottinn, hann er Guð. Það er sami Jesús sem talar hér og segist vera fyrir allt, sem segir við Jóhannes í Opinberunarbókinni: þegar ég sá hann féll ég sem dauður fyrir fætur honum, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði: vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Þetta er drottinn Jesús Kristur. Og þegar að heilaga ritningar kveðja okkur með síðasta kapitúla í Opinberunarbókinni, þá segir hann svo sjálfur þar: ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Það er hann, drottinn Jesús Kristur. Og við mætum þessum sömu orðum í Gamla testamentinu og vitanlega er það sama persóna sem talar þar. Svo segir drottinn, konungur Ísraels og frelsari, drottinn alls herjar: ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti og enginn Guð er til nema ég. Þetta eigum við kannski erfitt með að skilja með huga okkar og jarðneskum skilningi. Við verðum að trúa þannig á son Guðs. Hann er eilífur. Hann er drottinn, hann er herra, hann er Guð. Og þegar hann var að tala við gyðingana, þá áttu þeir erfitt með að grípa þetta, og þess einu sinni er hann að halda ræðu yfir þeim og segir þá í Jóhannesarguðspjalli 8. kapitúlunum í 59. versinu: Abraham faðir yðar vanti þess með fögnuð að sjá minn dag, og hann sá hann og gladdist. Nú sáðu gyðingarnir við hann: þú ert enn ekki orðinn 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá: sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist er ég. Áður en Abraham fæddist, þá er ég. Hann er í nútíð, hann er í þátíð, hann er í framtíð, alltaf hinn sami. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og allt til eilíðar.
Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, og án hans var ekki neitt sem til er. Og orðið var hold, og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Og við sáum dýrð hans dýrs sem sonurinn eini á frá föðurnum. Guð blessið er þennan þátt boðskaparins Jesum Krist. Hann kemur þér ekki að gagni þó þú lítir á hann sem engin mann eða jafnvel spámann. Hann kemur þér ekki heldur að gagni þó þú lítir á hann bara sem kraftaverka mann. Og þannig gat upphafið Jannes lögmál og gengið á vatni og vakið upp dauða. Það þurfti eitthvað meira til og ég hér að ræða það og bendi ykkur á það. Hann með kraftulega auglýstur að vera sonur Guðs. Og sem slíkur, sem sonur Guðs og sem drottinn og sem herra, þá höfum við lesið það hér í morgun úr helgum ritningum og hann höfuð líkama síns kirkjunnar sem hann upphaf að, frumburðunum frá honum dauðu, þannig skyldi hann verða fremstur í öllu. Þetta finnst mér alveg stórkostlegt orð. Fremstur í öllu. Hverju? Fyrst og fremst hann frelsari. Þar hann einn, einstakur og einstæður. Þegar hann fæddist á Betlehemsvöllum og englarnir kunngjörðu komu hans og fæðingu fyrir hirðunum, þá fengu þeir að heyra þessi dásamlegu orð í Lúkasarguðspjalli í 2. kapítulunum og þar stendur svo þar sem að þeir sáðu englarnir við fæðingu hans og hirðanir fengu að heyra. Þeir urðu mjög hrattir en engillinn sagði við þá verið óhrattir, þið sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum, yður í dag frelsari fæddur, frelsarinn, einstakur sérstæður. Og svo bættu þeir við, hann Kristur drottinn í borg Davíðs. Það dásamlegt að mega trúa því að hann frelsari, hann Kristur, hann drottinn, og hann kraftulega kynntur sem slíkur. Og sjálfur kynnti hans því þannig, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, og enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann einstakur frelsari. Og þegar apóstolarnir boðuðu hann, þá sögðu þeir að eigi það nafn sem hægt að nefna undir himninum, oss í ætlað fyrir hópnum að verða annað en nafn Jesú Krist. Hann fremstur í því að vera frelsari og hann dugir fyrir okkur einn, fyrir alla menn, því að hann elskar okkur, vill mæta okkur og vill leysa okkur. Það lítur út fyrir að á tímabili hafi hann ekki verið fremstur. Þegar hann var að líða þjáningargöngu sína, þegar hann var í garðinu með Getsemani og grét og bað, þegar hann var tekinn af illræðismönnum, þeir hraktu á hann, þeir sló hann, þeir lítilsvirtu hann, þeir bundu hann, þeir fóru með hann út til Golgata og létu hann bera sinn eigin kross á helsarðu baki og húðflettu. Þeir negldu hann svo á kross og hófu hann upp. Var hann fremstur þar? Já, viss og sannarlega. Þá var hann sá eini og fremsti sem gat gert þetta í okkar stað. Því að með því að hann fórnfærði sjálfum sér og gaf sitt líf, þá eigum við eilíft líf og getum tignað hann hinn fremsta í öllu og vegsamað hann og dásamað hann. Og í heilugu orði drottins sagt frá því í Filippíbrefinu í 2. kapítula og í 7. versinu. Þetta talið vera næstsíðasta bréfi sem Pál postuli reit þegar hann var fangi í Róm. Hann var í Guðs mynd. Hann var í Guðs mynd. Hann ímyndis ósýnilega Guðs. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, eða afkladdist Guðs mynd. Hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram að ytri hætti sem maður. Hann lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já til dauða á krossi. Þannig var hann
Og hver hefði fórnað svo sjálfum sér? Hver gat verið framar honum í þessari alfórn að afklæðast Guðs mynd, vera í himninum, vera Guð, hafa engla og kerúba undir sig lagða sem tignuðu hann og dásömuðu? Svo í fyllingu tímans þá kemur þetta fram. Hann afklæðist þessu og orðið varð hold og hann bjó með oss í tjaldi, stendur raunverulega í frummálinu, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans. Og hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Við þekkjum sögu hans. Hún er líka einstök. Hún er afbrigði frá sögum allra annara manna. Þar gekk holdi kladdur, orði Guðs, sonur Guðs, drottinn minn og Guð minn, blessað veri hans nafn. En fyrir það að hann lítilakkaði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða og dauða á krossi, þá hefur Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Taktu eftir því. Það er þetta nafn Jesú Krist, sem er ofar öllu, framar öllu, fyrst af öllu og fremst af öllu. Þetta nafn sem þú skalt ákalla, þetta nafn sem þú skalt tigna, þetta nafn sem þú skalt tilbiðja, þetta nafn sem þú skalt nefna, bæði í meðlæti og mótlæti, þegar þú ert heilbrigður og þegar þú ert sjúkur. Vertu feimnislaus við að nefna nafnið Jesús. Aftur Jesús, hann er fremstur, hann er fyrstur, hann er æðstur. Blessaður veri hann, ég heiðra hann og tigna hann. Og Páll postuli segir svo að hann sem hefur nafnið sem öllum öðrum nöfnum er æðra, fyrir honum skuli öll hné beygja sig, líka þitt hné eða þín hné, þú sem afneitar honum og kærir þig ekkert hann. Sú stund rennur upp að þú verður að beygja hné þín fyrir honum, þú verður að viðurkenna hann og þú verður að játa hann. Og það er satt að mega gera það nú, en í dómi Guðs verða allir að gera það. En frelsaður kem ég þá fyrir þinn dóm, fagnaðar sælan heyri ég róm. Í þínu nafni útvalinn kalla mig hjá sér, segir Hallgrímur Pétursson. Honum var auðvelt að játa nafn Jesú Krist, og það verður því auðvelt að vera í dómi Guðs og kannast við hann. Þá mun ég kannast við yður fyrir föður mínum á himninum. Hver sem játar mitt nafn, en sá sem afneitar mér, fyrir honum mun ég ekki kannast, segir Jesús. Þvílík alvara, þvílíkur boðskapur hinn fremsta, hinn fyrsta sem við erum að tala hér í dag. Sérhver tunga skal játa Guð föður til dýrðar að Jesús Kristur er drottinn. Það er ástæðulaust að vera að þrefa það hvort hann sé drottinn. Þetta er boðskapurinn og kenningin, hann er Herra, hann er drottinn, hann er frelsari, hann er Guð. Og ef þú þekktir gjöf Guðs og hver sá er sem við því talar, þá myndir þú biðja hann. Það er komin tími til að þú farir að biðja til Jesú Krist. Hann er sonurinn, hann er meðalgangarinn milli Guðs og manna. Það er hábiblíulegt að biðja beint til hans. Það er Jesús, það er aftur Jesús. Blessað og lofað veri hans heilaga nafn. Og þegar ég er með þessar hugleiðingar, þá kemur mér í huga orð sem stendur í Hebreabréfinu. Oss hafði einmitt slíkur æðsti prestur. Já, er hann við okkar hæfi. Hann heilagur og hreinn, við syndu og spillt. Við sem jafnvel höfum afneitað nafni hans. Slíks æðsta prest höfum við þarf, sem er heilagur og svikalaus, óflekkaður og greindur frá syndurum og orðin himnunum Harri. Þess vegna getur hann nú til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lífir til þess að biðja fyrir þeim. Ekki höfum við þann æðsta prestur eigi geti séð aumur og veikleika vorum, heldur þann sem frista var á allan hátt eins og vor án syndar. Hann hæfir fyrir mig og hann hæfir fyrir þig.
Eða eins og við segjum í daglegu máli, hann passar fyrir okkur og þar enginn honum fremri, enginn honum meiri. Þar hann hinn fyrsti og þar hann hinn síðasti. Það Jesús. Það Jesús sem heimurinn þarfnast. Það Jesús sem svarið fyrir vandamálunum á Íslandi. Það Jesús sem lausnin. Og þegar Jesús kemur til, þá munum brennivínsbúðina tæmast og fangelsin verða auð og tóm og menninu munum fagnandi lofa hann sem Herra og Drottinn. Hann Drottinn þinn, hann Drottinn minn. Við skulum viðurkenna það. Við skulum játa það. Við sem erum duft og aska, oss hæfir hann sem sér aumur á veikleika vorum, sem lítur til okkar í miskunn og í náð. Ég lofa hann, ég blessa hann, ég vil boða hann, ég vil játa hann, ég vil kannast við hann fyrir mönnunum. Og svo talað hans aðstur. Ég ætla að enda með því. Hvað það aðsta sem hægt að tala Jesúm Krist? Ég hef talað friðþægingu hans, krossdauða hans og lausn hans fyrir okkur synduga menn. En í Jóhannesar Guðspjalli 5. kapitulunum og í 21. versinu stendur svo: eins og Faðirinn vekur upp dauða og lífgar þá, þannig lífgar og sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmi Faðirinn engan, heldur hann hefur falið sínunum á hendur allan dóm, svo að allir heiðri soninn, eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem ekki heiðra soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Heilög ritning, hún talar að heilagur andi, hann samfærir synd, réttlæti og dóm. Menn lífa þannig eins og engin dómur sé til og engin endurgjöld verka þeirra þurfi að mæta þeim. Enda dæmir Faðirinn ekki heldur hefur hann falið sínunum á hendur allan dóm. Hann aðstur dómara. Og mér finnst ég verða að koma með þetta núna í lok vitnisburðar míns. Og mér kemur í hug orð sem stendur í Esekiel bók, sem staðfestist af boðskap Nýja testamentisins, en upp yfir helfingunni stendur í 1. kapitulunum og í 27. versi, sem var yfir höfðum þeirra var að sjá, sem safírsteinn væri í lögun sem hásæti, og þar upp á hásætinu sem svo sýndist var mynd nokkur í manns líki. Sú mynd þótti mér því líkur sem glóandi lýsigull væri þar neðan frá, sem mér þótti mýtti vera og upp eftir, en ofan frá því sem mér þótti mitti vera og niður eftir þótti mér hún álit sem eldur, og umhverfis hann var bjarmi. Bjarminn umhverfis var tilsýndar líkur boga þeim sem í skýjunum sést og stendur þegar það rignir. Hér sér Esekiel þessa merkilegu sýn sem nú stundar og í nánd. Hann sér hið mikla hásæti, hann sér það í mynd jaspisteinsins og hér safírsteinsins og hér talað Og þegar hann horfir á þessa stórkostlegu sýn, þá sér hann þar mynd, hann sér þar mann, og maðurinn Jesús Kristur, og Herra og aðra ekki hægt að komast í sköpun og almætti Drottins, en hér kemur fram. Við sjáum hann og okkur kynntur hann sem frelsari nú á tíma, og nú geta allir menn frelsast, en framundan safírhásætið, og þar hann sem svona lýst í tign og veldi og dýrð og mætti. Og sá dagur kemur að þú og ég, við verðum littir fram fyrir hann. Og hver verður hlutur okkar þá? Hann afgerist af því hver hlutur okkar nú. Og ef við höfum mætt Jesú Kristi og játað hann sem frelsara og tileinkað okkur hann sem Drottinn og Herra, þá þurfum við engu að kvíða. Hann okkar lausnari, hann okkar vinur. Hann þekkir eðli vort, hann minnist þess að við erum mold, og þvílíkt ásenda mig að þekkja hann og kynnast honum.
Og þegar að maður sér hann þar í þessari tign og dýrð, þá verður hann mann ekki ókunnur. Ég kynntist honum hér. Ég kynntist honum grátandi í iðrun og afturhvarfi. Ég kynntist honum með því að játa syndir mínar og koma fram fyrir augliti hans. Ég kynntist honum með því að hlýða boðum hans og láta stýrast eins og hann var sjálfur stýrður. Ég kynntist honum þegar hann úthelti heilögum anda sínum yfir mig og ég fór að tala tungum og mikla Guð. Það var bara Jesús. Ég hefi kynnst honum. Hann er kröftulega auglýstur að vera sonur Guðs og það er höfuðtilgangur með starfi okkar og þjónustu og predikun og öllu lífi. Horfðu á Jesú, beindu sjónuðinum til hans. Hann er frelsari þinn, hann er drottinn. Guð blessi þig í Jesú nafni. Amen. Jesus.
Þið sem hafi tekið þátt í þessari guðsþjónustu hafi tekið eftir því að nafn Jesú hefur verið eins og rauður þráður frá upphafi og til enda. Það nafn sem við vitum aðst og mest. Það nafn eitt sem prýðir þessa kirkju. Hér er bara hans nafn skráð. Það stendur á ræðupallinum eins og þið sjáið öll sem eru hér í dag. Jesús. Við viljum líka hafa það í hjörtum vorum og við viljum að nöfn okkar séu í hans bók í himnunum. Og nú þegar við erum að enda þessa samveru stund, þá vil ég hnýta allt þetta saman í orðum sem koma hér fram í Hebreabréfinu. Við megum nú bræður fyrir Jesú blóð, með djörfum ganga inn í hið heilaga. Þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er hans eigin líkama. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd, og með líkumum sem laugaðir hafa verið hreinu vatni. Þetta er leiðin fyrir mig og fyrir þig. Við eigum að ganga fram fyrir Guð og við fáum útkomu út úr því ef við gjörum það með einlægum hjörtum og í öruggu trúartrausti. Og við megum ganga þessa leið, bræður og systur, fyrir Jesú blóð, og við megum ganga með djörfung inn í hið heilaga. Syndugur maður finnur alltaf óverðuleika sinn þegar hann á að mæta Guði og ganga fram fyrir Guð. Og það er eðli hins synduga manns að hann segi þá, vei mér, það er út mig. Ég er óhreinn maður og hef óhreinar varir og bý meðal fólk sem óhreint er. Augu mín þau hafa séð Drottinn hersveitanna. En bræður og systur, við megum fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í hið heilaga. Hjá honum er ekki manngreynur álit, þú skalt ganga. Og kannski verður það hlutskipti þitt nú á þessari stundu, þú sem aldrei hefur reynt þessa leið, að vegurinn verður þér nýr og hann verður þér lifandi og þú verður furðulostinn, hann leiðir inn að hásætin áðarinnar og þar færð þú áheyrn. Og þú mátt tjá þig og þú mátt leggja hlutina fram fyrir Guð, allar áhyggjur, allar kvíða, allar sorgir, allan harm, talað það við Drottinn. Hann er sá eini sem getur sefað, hann er sá eini sem getur grætt. Legðu fram fyrir hann áhyggjurnar út af börnum þínum, börnunum þínum sem kannski eru núna undir lás og slá og mega ekki frjálst höfuð strjúka. Legðu áhyggjur þínar fram fyrir Drottinn gagnvart vandamáli með drykkjuskap og þú hafðir ekki hvíldarnótt í nótt. Drengurinn sem einu sinni var elskulegur og lék sig við móður kné, barði allt og bramlaði, hann kom fullur heim í nótt. Þetta er lífsins saga hér í Reykjavík og allt land. Hvernig væri nú að þú legðir hann fram fyrir Guð og bæðir Jesum Kristum að koma til hans? Við skulum gjöra það núna. Og svo er okkur gefið fyrirheit að lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleymi í neinum velgjörðum hans, sem fyrirgefur þér allar misgjörðir þínar og læknar öll þín mein. Hann tók syndir vorar og sjúkdóma upp á krossins tré og Golgata og fyrir hans benjar eru þið læknaðir. Vertu nú með í bæninni og talaðu sjálfur við Jesum og þar sem þú ert sjúkur og þar sem þú liggur í sjúkra beði, legðu hendi þína og sjúkleika þín. Við þökkum Guði fyrir alla mannlega hjálp en við vitum að þegar hann þrýtur þá nær hönd Drottins lengra og hún er útrétt þér til hjálpar í dag og lækningar. Vertu nú með, við byggjum að endingu. Kæri Jesús Kristur, þú ert Drottinn og þú ert Guð. Við komum fram fyrir augliti þitt, Herra. Þakka þér fyrir að við fáum áheyrn hjá þér, því að leiðin er opin, vegurinn er nýr og lifandi og við mögum ganga hann. Og það sem til þín kemur mun þú alls ekki í burtu reka.
Við komum með áhyggjur þínar, okkar til þín. Við komum með syndir okkar til þín. Við komum með kvíða okkar til þín. Og við þökkum þér fyrir Drottin að þú tekur okkur að þér eins og við erum. Við komum með vandamál í fjölskyldunni. Við komum með drykkjusýki og erfiðleika. Við komum með þann vanda sem bundið við eiturlíf. Og við komum með þá sem undir járnum og slá í dag. Og við byggjum þeim líknar og náðar. Og ég þakka þér fyrir að Drottin að við megum koma með fjötra okkar sjálfra sem megum frjálst höfuð strjúka, sjúkdómsfjötra og erfiðleika. Og nú leggjum við hendi okkar á þann hluta líkamans þar sem sjúkdómurinn hrjáir og við byggjum þig það Drottin, líktu til okkar í miskunn og í náð. Þú ert græðari, þú ert læknir, þú ert sá sem að megnar að bæta og hjálpa í öllum meinum. Svo byggjum við fyrir landi okkar og þjóð, forseta okkar og ríkisstjórn og öllum þeim sem ráða málum þjóðarinnar. Byggjum fyrir sjómönnunum sem nú á hafi úti, byggjum fyrir þeim sem loftin fara, byggjum fyrir bændum og búaliði og þeim sem við erfiði eiga að etja vegna vetrar ríkis. Miskunnaðu þig yfir land okkar og þjóð, og Guð vors lands og lands vors Guð. Heyrðu bæn okkar fyrir soninn þinn blessaðan, Jesum Krist, í Jesu nafni. Amen. Amen.
Útvarpað var messu í kirkju Fíladelfíu safnaðarins ræðumaður Einar J. Gíslason, Sam Glað og Guðni Einarsson lásu ritningalestra, kór safnaðarins söng, organleikari og söngstjóri Árni Arnbjarnarson, undirleikarar Daniel Jónasson og Clarence Glað.